Myndbandið sýnir hvernig botnskúffa í verkfærakassa er smíðuð. Til að glöggva sig betur á smíðinni sjáið þið mynd af fullsmíðuðum kassa. Við byrjum á að velja efni úr efnisrekkanum og tökum plötu sem er 0,7 mm að þykkt. Þið merkið upp stærð hennar en til þess eru notuð uppmerkiverkfæri eins og plötuvinkill, málstokkur og risnál. Stærð plötunnar er 450 x 471 mm. Uppmerkiverkfærin sem við notum eru plötuvinkill, málstokkur og risnál. Við merkjum upp á plötuna og er mikilvægt að vanda sig því að annars er hætta á að smíði mistekst. Þegar uppmerkingu er lokið er platan klippt í plötusessi. Það þarf að stilla á rétt mál. Það sést þegar platan er klippt en hún er staðsett við endalandið og hliðarland til að hún sé hornrétt við klippingu. Kantarnir eru pressaðir í borðskrúfstykki, þó þannig að smá bil verður til á milli efnisins því það kallar fram styrkinn í kantinum. Þegar því er lokið eru 10 mm kantarnir beygðir 90 gráður beggja vegna. Því næst eru 110 mm hliðarnar beygðar 90 gráður. Takið eftir að það þarf að fylgjast vel með gráðukvarðanum sem er lengst til hægri á vélinni. Þegar búið er að beygja þarf að athuga hvort hornið er í réttum gráðum, það er 90 gráður, en til þess er notaður kantvinkill. Ef það er í lagi á innanmál botnskúffu að vera 215 mm. Því næst er hæð á hliðum mæld en hún á að vera 110 mm. Brúnin og ofan á að vera 10 mm.